Já, gott kvöld. Nú erum við mætt í fyrsta leik í umspilum sæti í Ólís-deildinni. Það er leikur Víkings og Harðar frá Ísafirði. Það var athyglisverður leikur hér framundan í kvöld og verður gaman að sjá hvernig þetta þróast allt saman. Hörður í mikilli uppbyggingu og eru með þó nokkra erlenda leikmenn innan sína raða og virkilega gaman að sjá að það er öflugt og kröftugt starfi á þeim. Þeir hafa spilað vel í vetur og verið vaxandi í sínu leik og mikil stemming fyrir vestan, fyrir boltanum. Og það eru harðamenn sem að hefja hér leikinn. Það er þeirra markaðasti maður á miðjunni. Það er Reifis Korbunovs. Vinstra megin er Alexa Stefanovic. Þráinn Arnaldsson vinstra horninu. Og Gumtis þetta hægra megin. Já, Alexa ótímabært skot. Frábær sending hjá Egidíus inn á línuna. Hjalti fiskar hérna gott víti. Egidíus fer á punktinn og skorar 1-0. Já, þetta er hárréttur dómur, þetta er bara rauðningur og ekkert annað. Óskiljanlegt hjá Gumtis að fara hérna í árás eftir 4 sekúndur í sókn.
menn þurfa aðeins að takta inn í leikinn eins og sagt er. Já. Reivis kemur hérna aftur á miðuna. Verið frábær í vetur. Frábær leikmaður sem að fullt af ólíðsdeildarliðum vildu fá í sína raðir, en hann er nýlega búinn að gera áframhaldandi samning við Ísfirðinga sem er mjög gott fyrir þeirra uppbyggingu. Já, góð vörn hérna hjá Víking. Þeir virka þéttir hérna varnarlega í upphafi. Já, Sverrir vanalega með afar hnitmiðar og góða sendingar, en aðeins og stuttur hérna. Já, nú fara þær hérna í Kairó-hreyfingu. Ásgeir Kristjáns kemur út. Virkilega vel spilað. Gúntís fær þetta 2 menn í sig og losar hann á hárréttum tíma. Gefur hann Ásgeir og Ásgeir klárar vel. Hérna var Hörður aðeins og fljótur að dæma, allt í góðu. Hörður og Bóas dæmt lengi saman og eru orðnir mjög reyndir og unni vel saman. Við sjáum að Ísfirðingar hafa verið að spila svolítið framalega vörn í vetur og þeir hafa átt erfiðleikum með að leysa oft þegar liðið eru að leysa mikið inn á línu og fara með 2 línur og annað. Þannig að við munum sjá væntanlega ýmsar útfærslur hjá Víkingi í dag til þess að koma laust yfir þeirra varnarleik. Þetta er svo kallað kýlkerfi eins og það kallaði í handbolta heiminum. Arnar Gauti með slaka sendingu hérna og Gúntís stelur honum. Logi skiptir hérna. Já, annar rauðningurinn á Gúntís og frábærlega kláraði Arnari Steinn eftir góða sendingu frá Arnari Gauta. Og staðan orðin 2-1. Virkilega vel útfært hjá harðamönnum og Gúntís með gott mark. Og Arnar Steinn klárar þetta vel eftir góða sendingu frá Jóa. Jói sækir hérna milli 1 og 2 og kemur með gólsendingu. Jói er alltaf að bæta sinn leik, sérstaklega hornaspil og línuspil. Frábært efni þessi strákur og Arnar Steinn ekki síður. Arnar Steinn hefur bætt sér mikið í vetur. Já, Reivis Gorbunus með frábært mark. Ákveðlega kvikur leikmaður og skeinuhættur. Þeirra markaðasti leikmaður eins og áður segir í vetur. Og engin furða að nokkuð lið í efstu deild hafi verið að spá og spekulera í að fá hann í sína raðir. Logi kemur inn, 2 línur. Frábærlega spila Hjalti. Þetta er ekki algeng sjón að sjá hann klikka svona góðu færi. En virkilega vel útfært hjá Víkingum. Og þá er Alexa Stefanovic sem skorar.
Sverrir átt að taka þennan og það veit hann manna best. Hann tekur næsta bolta. Logi Snædal gefur hér skipanir. Fara vantarlega aftur í sama kerfi. Logi kemur hérna inn á línu. Jói losar yfir á Stimma. Frábærlega spilað. Já. Bekkurinn á Víking vill fá 2 mínútna brottvísun. Logi með gott skot og gott mark. Já. Gúndís. Gott mark í skrefinu. Heppnin reyndar aðeins með honum í liði. Kemur við varnarmann og breytir stefnu. 5-4 fyrir Herði. Þetta eru bara mjög líflegar uppásmínútur hérna. Gefur góð fyrirheit fyrir þetta einvígi. Já, ég skil nú alveg harðamenn ágætlega. Hann var kannski full fljótur að dæma. Hann var ekki búinn með skrefin að mínum mati. En áframheldur Reifis gefur hér merki. Óli Björn Viljámsson. Já, glæsileg sending. Arnari Gauta sendir aðeins fyrir framann. Veit að Arnar Steinn að koma á straugin inn í boltan. Arnar Steinn klárar þetta vel. Arnar Steinn kom með 2 mörk núna í upphafi leiks. Gefur honum berundi báða vængi inn í leikinn. Já. Reifis. Glæsilega spilað. Hjalti Már. Já. Gulli ósáttur með Sverri og skilja hann mjög vel. Hann hefur ekki byrjað vel en ég vissum að hann mun hressast við þetta. Sverri verið frábær í vetur. Já. Þá Jón Ómar Gíslason kominn inn á, sonur Gísla Jóns Kristjánssonar, útgerðarmanns á Ísafirði. Gísli einn af aðal sprautunum hérna í handboltalífinu fyrir vestan. Og Sverrir, frábær sending og Arnar Steinn klárar þetta vel. 3. markið hans. Já. Og Hjalti kominn einn og skorar 8-6. Ég held að lykillinn hjá Herði, eða þeir ætla sér að fá eitthvað út úr þessum leik, að spila skynsamar á agaða sóknir og helst svolítið langar. Sókninda þeirra eru svolítið stuttar, verð ég að segja, og Víkingur með meiri breidd og það verður gaman að sjá hvernig þeir útfæra þetta. Tveggja mínútna brottvísun á Hjalta. Hörður vissi sínu sök.
Nú verður gaman að sjá hvað harðamenn gera í yfirtölunni. 6 á móti 5. Vinstra horni, galopið, já, þeir eru svolítið lengi að sjá þetta. En Jón Ómar skorar hérna gott mark á seglunni. 8-7. Þegar menn eru einum fleiri þá eiga menn ekki að fá svona mörk á sig milli 1 og 2. Já. Bara besta mál, Víkingur einu færri, fá fríköst, láta tíman aðeins líða, vera hreyfanlegir, láta boltan vinna. Já, hendi komin upp. Nei, já. Já. Nei, já. Jóhannes fær hérna 2 mínútna brottvísun og í 40 sekúndur eru harðamenn 6 á móti 4. Nú reynir á klókindi þeirra. Reifis væntanlega tekur ákvörðun hvað á að gera. Og heppnistimpill yfir þessu hjá harðamönnum. Og Þráinn Arnaldsson skorar hérna. Já. Þeirra menna Logi fær hérna fríkast og vinnur dýrmætan tíma. Þetta svona mikið reynsla í þessu hjá Loga. Og vann hérna einhverjar 10-12 sekúndur. Danskur vinstri, segir Galla Logi. Já, Arnarsteinn, já, fáðu boltan. Og svo Arnarsteinn laus. Já. Virkilega vel varið á Rólands. Já, ég verð að segja, ég skil alveg Víking þjálfarana vel að vilja fá Rauðník hérna ef að samræmi væri eitthvað. En það kemur ekki að sök. Ha? Ekki hvað? Hvað er málið? Viki? Já, aftur á Arnarsteinn, sagt á drengur, sagt á, ekki taka dribli fyrst, eigðu dribli inni. Já, boltan aftur út í horn. Nú vil ég fá, ok, Jóhannes kominn inn á 6-6 og Rólands ver nákvæmlega, hann er aðeins að takta inn í leikinn. Átti erfitt uppdráttar hérna til að vera með, en er búinn að vera verri ágætlega hérna undanfærtu. Já, Arnar Gauti kemur inn. Já, Jói sektu nú á, alvöru árás. Að sjálfsögðu Jói, kemur. Já, rétti dómur. Nú að skila sér heimtryggir. Já, langur upp. Og Arnar Gauti einn á auðum sjó.
Já. Frábært. Betra seint en aldrei. Sá þetta endanum og Arnar Gauti klárar þetta vel. 9-8. Já, þarna var Reyfis einfaldlega aðeins og seinna gefan. Hann var komið með boltan í vinstri hendi og Alexa var eiginlega með gott pláss. Virkilega vel var ég á Sverri og keyra núna á þá, drengir. Þeir eru segið tilbaka. Keyra á þá. Já. Skref þarna dæmt á Styrmi. Og alla leið Arnar Steinn. Glæsilegt. Arnar Steinn gríðarlega fljótur fram en óöppin þetta. Rólands ver vel. Já. Já, og klára þetta núna, drengur. Býttu og horfða á hann. Glæsilegt. Virkilega gott. Arnar Steinn Arnarsson. Harða meðtaka leiklið. Og Carlos Martin Santos lætur hérna sína menn heyra allhressilega. Spánverji sem er að gera góða hluti fyrir vestan. En það verður gaman að sjá hvernig hans menn bregðast við þessum köllum og hrópum. Svo sem að mínum mati engin ástæða til að urða hérna við sína menn eftir 17,5 mínútu í stöðunni 10-8 útivelli, en það eru skiptaskoðanir eflaust yfir því. Á Arnar Steinn og býttu aftur og horfða á hann. Glæsilegt. Frábært hjá Arnari Steinn. Þetta sé hans 5. mark hreinlega. 4. eða 5. mark. Strákur fæddur 2001, uppalinn í Víking. Verið í unglingalandsliðum U16 til dæmis. Mjög öflugur. Já, þessi yfirhalning sem leikmenn Harðar fengu hérna frá þjálfara sínum áðan ekki að bera ávöxt. Menn stressaðir og er að gera sér seka feila. Eins og við sjáum þá spilar Hörður mjög framalega vörn og það er ansi mikið opið undir ef að kemur innlýsingar og tala um ekki rykkingar. Já, þetta var ótíðanbært.
Frábær sending hjá Guntis nýri vinstra átt. Daniel Weil. Daniel fæddur 2001. Mikill íþróttamaður og var barist um hann í körfunni, fótboltanum og handboltanum. Hann virðist að hafa valið handboltan sem frábær tíðindi fyrir Hörð. Daniel fiskar hérna rauðning. Spennustig hátt hérna. Það enda fyrsti leikur í umspili að komast upp undanúrslitum. Þetta eru hreinlega lygilegir tæknifélagar hérna. Held að sumir leikmenn Harðar mættu aðeins bara að róa sig niður og ekkert verið stressaðar yfir þessu. Það bara 20 mínútur búnar og Óli Björn grípur ekki boltan og Hjalti Már klárar af línunni, virkilega vel gert. Frábær finta hérna á Reifis, virkilega góð finta hérna tilbaka, mikil mýkt í þessu. Gæðaspilari Reifis. Ekki alveg kláraði hvað hann gamall, ég held hann sé ennþá bara eitthvað 20, ekki mikið eldri en það. Frábær klipping og á hornið, virkilega vel spilað. Fá þetta framhaldsspil, ekki vera að taka fyrsta séns. Leita að öðrum eða þriðja séns. Þá kemur opnun, það snýst handbolti. Guntis með gott mark, setur hann eitthvað nær eftir góða klippingu úr Reifis. Nú var ég til í að sjá Víkingsliðið fara bara í ólegg eins og hefur virkað mjög vel í vetur. Það kerfi sem að þegar miðjumaður leysir inn og rykking frá miðjumanni, nei, rykking frá línumanni vildi ég sagt hafa. Þá það Tadeo Salduna, Argentínu maðurinn, sem skorar hérna. Staðan 14-12. Hátt spennust í þessu og þó nokkuð feila á báðum endum sem bara eðlilegt. Kannski þegar menn eru yfirtjónaðir. Leikur númer 2 í þessu umspili verður á laugardaginn á Ísafirði og verður hann sýndur hjá viðburðarstofu Vestfjarða og mikið stemming á leikinn fyrir vestan og þar heyrast hróp og köll sem að stundum heyrast bara út á landi. Og
Mikil gryfja hjá Herði væntanlega. Jæja, Arnar Gauti kemur inn. Hjalti, Rikkir, Jói, komdu með hann núna og loga yfir. Yes! Logi aðeins og allt í góðu. Þetta var frábær gafbreyfing hjá Gunndís. Virkilega djúp, einföld finta. Náði hérna varnarmönnur með sér. Hann er heldur betur búinn að takta vel inn í leikinn eftir brösóttabyrjun. Já. Eins og sjáið þá er harðavörnin er ansi slitrótt. Þeir eru framalega og já, ég held að þetta sé bara rétt. Hjalti Már fær þarna sína aðra brottvísun og harðamenn búin að jafna 14-14. Virkilega vel gert hjá þeim. Bjartur Már kominn inn á, efnilegur strákur. Uppalinn í Háká, búinn að vera núna, þetta er annað tímabil í Víking. Mikill bolti í honum og er bara ennþá að þróa sinn leik. Já, nú vil ég fá boltan yfir, Jói fáðan. Jói komst á hann, Eiður drippli inni. Aftur á Jói komst á hann. Já. Hendi komin upp hjá dómarunum. Og Reynir Stefánsson, eftirlitsdómari, stoppar hérna aðeins leikinn. Já, Styrmi, nú verður bara að skjóta. Þráinn Arnaldsson skorar hérna, engin afgangur á þessu marki. Heppnin með honum aðeins í liði hérna, en inn fór boltinn. Þráinn fæddur 2001. Var efnilegu fótboltamarkmaður í sínum yngri árum, en virðist það hafa valið handboltan. Bjartur gerir hérna ágætlega, þorir allan að sækja markið og fiska fríkast. Tími líður. Já, og klipptan inn. Það eru svolítið hrindingar. Það eru svolítið hrindingar og tos hjá harðamönnum. Þarna var það kornið sem fylgdi mælinn. Ekki annað hægt en að dæma 2 mínútna brottvísun. Jæja, 5-5, mikið pláss, halda breitt strákar, láta boltan vinna. Velja rétta sénsinn, Stimmi, já, og upp með eitringur Jói. Já, fríkast. Jæja, 6-5, Óli kemur vantarlega þarna milli 1 og 2, já. Yes, frábærlega vali á Stimma. 2 mínútna brottvísun, að sjálfsögðu ekkert annað hægt. Ég held þetta sé ekki viljaverk enga veginn hjá
Reifis. Sjálfsögðu engin ásetningur, en þetta leit ekki vel út og dómarar ráða ráðum sínum. Já, þetta er bara tveggja mynda brottvísun. Ég held að þetta sé nú bara hárrétta í stöðunni. Egidíus kemur á punktinn, setur hann væntanlega niður í nær, spá ég. Og Rólands Lebedevs dána bara beint á hann. Já. Og kláraði drengur. Já, Arnarsteinn óheppinn. Fekk hérna smá pús, en ekki dæmt á þetta, sem er bara að rétta í stöðunni. Harðamenn fiska hérna víti. Í svona dómum er ansi stutt á milli hvort sé ruðningur eða vítakast. Og Óli Björn skorar 16-14. Já, losaði stimmi á. Já, rétt. Já, nú þurfa leikmenn Víkings að vera með kaldan haus. Það er ekkert stress hérna, það er allir seinni hálfleikurinn eftir. Það er margt sem á eftir að gerast áður en að leikurinn verður flautaður af. Arnarsteinn heldur upptökum hætti og skorar. Jæja, bæði lið með fullskipulið. Óli Björn Viljánsson, uppalinn Gróttumaður sem flutti vestur á Firði 2016. Hann er hérna á miðjunni og Gúmdís reynir hérna. Já, þetta er bara réttu dómur. Ruðningur og ekkert annað, held ég. Já. Carlos Martin fær guldspjald frá Bóasi Berki, Bóasinni, öðrum dómara leiksins. Það er heldur betur líf og fjör í þessum leik. Og Óli kemur hérna út, fara í Kairó. Nú var ég til að sjá boltan koma yfir og stimma. Yes! Vítakast, þetta er vítakast, Hörður. Ég ætla ekki að tala mikið um dómgæslu í kvöld, en ef þetta víti hérna hinum megin, þá er þetta víti hérna. Tveir sem standa inn í teig. Já. 10 sekundur og það Logi. Já, Þráinn Arnaldsson liggur hérna. Ég sé búin að tala um áður, spennusti afar hátt. Fyrsti leikur í undanúrslitum í umspilum að komast upp í Ólísdeildina. Leikmenn beggja liða hafa gott af smá núllstillingu í hálfleik. Fá sér hálfan banana
smá djús, drikk og aðeins að anda inn og út. Bragi Rúnar
Jæja, þá seinni hálfleikur hér að hefjast og leikmenn beggja liða væntanlega búin að núllstilla sig aðeins að anda inn og út og fara yfir málin. Það hefur verið hraði, spenna, mistök og feilar hérna á báðum endum í fyrri hálfleik. Ég vissum að seinni hálfleikur verður ennþá betur spilaður að beggja hálfu. Kemur í ljós, sjáum hvað setur. Já, boltan áfram yfir, láta boltan vinna, ekki stoppa flæðið, áfram, Arnar Steinn fá hann og aftur yfir. Hérna hefði viljað sjá boltan koma yfir og loga, yfirtala hinum megin. Já, 2 mínúta brottvísun á Sudario Carneiro. Þetta efnilegur línumaður, algjör tankur, ungur á árum, fæddur og uppalinn á Ísafirði, Sudario Carneiro. Sendingin á Arnar Steinn aðeins og neðarlega, hann náði ekki takja á boltanum. Já, harðamenn taka hérna markmann út af, spila þá 6 og 6, enda eru þeir á brottvísun. Já, virkilega vel skoti á Gúmtis. Þessi strákur með góð skot, gott kastlag. Jóhannes fer hérna í góðkunna fintu sem hann mjög góður í. Já, stemmi. Arnar Steinn klárar þetta, setur hann í nær. Arnar Steinn verið frábær hérna í kvöld og algjörlega að blómstra, strákur sem hefur tekið miklum framförum vetur. Hárréttur dómur. Egidíus hittir ekki hérna markið fyrir að opna marki. Carlos Martin Santos ræðir hérna við Reynir Stefánsson, eftirlitsdómara. Reynir formaður dómaranefndar. Reynir þjálfaði hjá Fram, K.A. og Þór, bjó lengi vel fyrir norðan og Akureyri. Óli Björn kennir sér hérna meins í hægri öxl, skothendinni. Jæja, jafnt í liðum. Jón Ómar kominn á miðjuna. Og frábær samvinna hérna hjá Gúmtis og Reyvis. Góð taktur í þessu, góða tæmingar og mikið mýkt í þessu. Þetta eru bara gæða spilarar í fyrstu deild, næstastu deild. Og mikill hvalreki fyrir Ísfirðinga að fengi þá vestur. Og Logi Snædal
Vestmannaeyingurinn skorar hérna. Gott mark. Smá heppnistimpill. Þráinn hérna liggur eftir. Vill meina að Logi hefði farið með olnbogann í hann. Ég held að í svona skotstöðu og færi þá enginn að spá í að meiða andstæðinginn. Það verður bara allir að spá í að koma knettinum í markið. 17-18. Þetta er skref, þetta er hárréttur dómur. Já. Jón gerir þetta vel og stelur knettinum. Það er ennþá smá skjálfti í Víkingum. Eitthvað sem að hefur alls ekki sést oft í vetur. Liðið búin að spila frábærlega í allan vetur. Unnu 16 leiki af 18 og tekið stórstífum framförum. Já. Slakt skot í millihæðina. Sverrir átti ekki erfiðleikum með að verja þetta. Carlos lætur vel í sér heyra. Gerir mikla kröfur á útlendingarna sína. Þetta er þeirra að bera upp liðið og ekki eru þeir að gera þetta frítt. Boltan yfir, Jói. Virkilega vel spilað. Og Arnar Steinn Arnarsson. Ég er ekki frá því að hann sé bara komið með 9-10 mörk. Já. Nú boltan yfir. Já. Hérna reynir Jói að fara með 1 og 2. Staðins að kannski að fá boltan yfir. Sjá hvort það sé betri opnum þar. Það er auðvelt að segja það hér sitjandi upp í blaðamannastúku. Já, fara hérna í Kairó hægri. Já. Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig svona næstu 10 mínútur þróast. Bragi Rúnar Axelsson ósáttur ræðir hérna við Reyni Stefánsson og Tadeo Argentínumaðurinn hoppar hérna vel inn á horninu og setur hann í nær. 19-18. Nú þurfa Víkingar aðeins að losna við hrollinn og skjálftan og vera með kaldan haus. Þeir eru með og Daniel Veil
Kemur harðamönnum hérna 2 mörkum yfir, 20-18. Nú, eins og ég sagði, nú reynir á að, já. Þetta bara eina viti á Gulla og Andra Berg aðeins að stöðva blæðinguna. Það alveg eftir að tala einhverja taktík og svona, en fyrst og fremst þurfa leikmenn Víkings að vera með kaldan haus og vera aðeins hérna yfirvegaður og svolítið kúla á því. Víkingsliðið fekk 32 stig í deildakeppninni, harðamenn að mér minnir 11. Þannig að núna reynir á menn að snúa þessu í sér í hag. Einvígi fer hreinlega í háa loft hérna ef að Hörður vinnur fyrsta leik, þá verður mjög erfitt fyrir Víkinga, fyrir okkar menn að fara vestur á Firði, vera með baki upp í vegg á laugardaginn. En 22 mínútur eftir, það margt sem áttur að gerast áður en að leik lýkur. Já. Hér er alltaf sjóða upp úr og Carlos Martin fær 2 mínúta brottvísun fyrir kröftum mótmæli. Ég held að þeir harðamenn hafi haft eitthvað til síns máls og Arda Gauti fer inn, en Rólands Lebedevs ver ekki gott skot, beint í millihæðina og mér líst hreinlega ekkert á holningunni á Víkismönnum. Líkamstjáning og andardrættir eru ekki góð, en 20 mínútur eftir og nú þurfa menn að hafa röð handtök að snúa þessu sér í hag. Þetta er rauningur, hárrétt, Styrmir fiskar þetta vel. Jæja, nú erum við einu fleiri, nýta sér yfirtöluna, fá gott mark. Egitisminn losaði boltan fyrr. Glæsilegt. Arnar Steinn Arnarsson heldur uppteknum hætti, meina ef að drengurinn skorar, þá er bara að gera að halda áfram að koma törunni niður í horn. Það nú bara þannig, en það þurfa aðrir að stíga upp ef við ætlum að vinna þennan leikinn í kvöld. 30 sekúndur í að vera jafnt í liðum. Og Jón Ómar með gott mark. Og Jói svarar hæl, frábært, mikilvægt. Jóhannes Berg þarf að standa aðeins betur á Jón Ómar varnarlega. Jón Ómar er mikið fyrir þessi síðuskot, skjóta með frá síðunni. Og
Frábær hreyfing hjá Reyvis, finta tilbaka. Þetta ég vilja sjá Arnar Steinn fara aðeins fyrr í hjálpavörn. Þessi bara hárréttur dómur, vítakast, ekkert annað hægt að dæma. Einar Rafn Magnússon kemur hérna í markið, strákur fæddur 2002, verið yngri landsliðum. Einar, verður nú. Glæsilegt Einar Rafn. Einar Rafn, en það í þriðja flokk. Reyvis alltaf smellónur rétt yfir höfuð á honum, en Einar snöggur að átta sig. Spurning hvort að þetta verði einhver vendipunktur í leiknum. Skal ekki segja, en allan að brúnin á leikmönnum Víkings liftist aðeins við þessa vörslu. Já, komum með henni yfir á loga, núna. Yes, áfram alla leið. Þetta var augljóslega tosað í styrmi þegar hann var að fara að ná í frákastið. Hér hreinlega síður allt á keipum, eins og sagt er. Halda sjódrengir, halda kúli, kaldur haus. 18 mínútur eftir. Þetta eru bara 2 mörk. Já, boltan yfir, yes. Já, Jóhannes óuppinn þarna. Já, Arnar Steinn, yes. Alla leið drengur, horfðu vel á hann. Glæsilegt. Hann fer hérna í gamla góða spinnerinn. Arnar Steinn verið hreinlega hérna á eldi í kvöld. Stórkostleg framistæði hjá honum. Já. Áfram skítur Jón Ómar með síðunni eins og ég talaði um á hann. Þetta þurfa varnarmenn að vera miklu sterkari að lesa. Yfir og kláraði drengur. Yes. Jóhannes jafnar leikinn 22-22. Og Carlos Martin tekur hér leikhlé. Eins og ég sagði á hann, nóg eftir að leiknum. Nú þurfa menn að halda áfram bara, sína skynsemi, aga og kjark, þor og smá hjarta. Víkingslið veit að það voru 19 stig sem að skildu þessi lið að í vetur í deildinni og það er engin tilviljun. Þannig að núna þurfa að eiga góðar 16,5 mínútu eftir. Það þarf að loka á þessa samvinnu Guntis og Reyvis sem eru baneitraðir og virkilega hæfir leikmenn í þessari deild. Og reyna kannski að
þvinga Jón Ómar í fleiri skot. Sverrir þarf að taka það. Glæsilegt og upp, Hjalti laus. Já, 2-1, boltan yfir. Jæja, glæsilegt. Arnar Gauti Grettisson, vestmanneingurinn, geðþekki. Þetta er bara hárrétt. Arnar Gauti, nýlega búinn að hefja störf hjá dómsmálaráðuneytinu. Frábær drengur, frábær félagsmaður, þjálfar hérna yngri flokka og gerir það með miklum myndarbrag. Það er nú farið í kýlkerfið eins og þetta er kallað. Logi, þarna var Hjalti galopinn. Hann hefði mátt droppa honum inn á línu. Já. Núna verðum við að ná svona 3-4 marka fórskoti þá. Við erum áhverjum að sjá hvernig harðamenn klára hérna síðasta korterið. Ég þori nú ekki alveg að fullyrða hann. Það eru oft í vetur ekki alveg ná að klára leikina að krafti. Þrátt fyrir að hafa sýnt oft frábæra leikkafla. En harðamenn svo sannarlega verið mjög öflugur hérna í kvöld. Og ég hafa mikið róskilið. Já, bolta strax í leik, Egedíus. Jæja. Fá gott mark. Ég ætla að spá því við finnum Hjalta á línunni. Það eru hérna opnanir og gloppur. Glæsilega útfært. Virkilega vel gert. Arnar Gauti klárar þetta. Hörður Aðarsteinsson vissi sín sök, 2 mynda brottvísun. Það verður áhugavert að sjá hvernig harðamenn nýta sér hérna yfirtöluna, 6-5. Ætli Reifis mun ekki klippa hérna Gúmtisinn og Gúmtis í loftið og sjáum hvað setur. Tuttugu 24-22. Elías Ari Guðjónsson, bróðir Antons Helga, sem að ég veit að horfa á hana leik, kemur hérna inn á horni. Ég held að hann hef ekki spilað mikið í vetur. Frábælega að spila Sudario Carnero. Ungur ísvinningur, virkilega efnilegu línumæður, ekta svona línumanns skrokk. Gaman að fylgjast með honum á næstu árum. Hann hefur margt í brunns að bera. Jæja, nú þurfum við að fá fríkost og láta tíman aðeins vinna með okkur. Já.
Æ. Logi aðeins og seinna klippa Stimmaðinn. Stimmi var komin á fullu gassi. Já. Réttu dómur. Jón Ómar skýtur þarna hátt yfir. En svo har sagt Engt John að það er aldrei hægt að skjóta undir markið, en það er alltaf hægt að skjóta yfir markið. Gömul vísa sem að maður fekk að heyra oft árum áður. Jæja, og klipptu núna inn hornið. Nei. Einhverju myndi segja að þetta var annarkvort víti eða ekki neitt, en Víkingar fá þarna aukakast. Ólafur Guðni kemur hérna inn á. Hann mun taka til sín hérna á línunni, draga í sig 1,5 mann, boltan yfir, áfram. Jæja, Logi með bylmingskot, hendinn fer vantalega fljótt að koma upp. Við þurfum að fara strax í aðgerð. Þetta var hreinlega ótrúlegt. Þetta var bara ákaflega klaufalegt. Svo ekki sem meira sagt. Já. Leikurinn stöðvaður, boltinn þurrkaður. Og hérna skiptum bolta. Kannski bara fínt fyrir harðamenn aðeins að fá smá auka bríðar. Já, keyra hratt upp, skilja hann eftir, Reivis. Boltan á Jóa núna, Egidíus. Það er hreinlega allt að sjóða upp úr hérna. Elías Ari skoraði hérna á hraðalöpunu. Ég bara get ekki dæmt þetta, ég sá þetta ekki nægilega vel, en Hörður og Bóas. Þetta var alveg galið. En Egidíus liggur hérna bara óvígur eftir. Og hér er alltaf sjóð á keipum hérna. Egidíus foxillur út í dómaraleiksins. Þetta er eins og er oft í umspilu. Það er spennustigið hátt og það er ekki bara leikmenn sem gera mistök, það er líka dómarar. En eins og segi, ég sá þetta ekki nægilega vel, en get ekki dæmt það, en myndatökumaðurinn segist það að sé þetta vel og já, boltan yfir, já, hornið. Yes, Jóhannes Berg. Frábærlega spilað. Arnar Steinn klárar þetta. Þvílíkur stjörnuleikur. Arnar Steinn frábær. Já, 2 mínútna brottvísun á
Loga Snædal sýndist mér. 26-24, rúmar 9 mínútur eftir. Já. Nú þurfa menn aðeins bara að fá gott mark hérna. Já, Bjartur kemur inn á. Bjartur verður að passa sig að gera ekki tæknifeil. Já, hann kallar hérna X-vinstri. Nú þurfum við að passa boltan vel. Við erum 2 mörkum yfir og 1 færri. Við megum ekki fá hraðal upp í bakið eða gott Jói. Fá fríkast. Láta tíman líða. Það væri alveg beautiful að fá hérna mark 1 færri. Já, hendi komin upp. Arnar Gauti leysir inn. Frábær klipping á Bjarti. Jóhannes klefur hérna. Hörkuskot óöppin. Skotið töluvert framjá. Það var að Argentínumaðurinn sem að skorar. Á 10 sekundur í að Víkingur verði með 6 inn á. Við erum að fá mannin inn og Ólafur Guðni kemur hérna inn á væntanlega. Já. Bjartur Már gerði þarna vel, fór milli 1 og 2. Tók hraða fintu en Rólands varði vel og harðamenn geta hérna jafnað. Já, nei Stimmi stóð bara í fótinn þarna. Þessi gabbreifing hjá Reifis er bara einfallega í miklum gæðum. Það er ekki skrítið eins og ég er búinn að segja áður í útsendinguna að lið eins og Stjarnan og fleiri í efstu deild voru eitthvað spá og spekulæra í honum. Jæja, Jói verði áraðinn, sagt á. Já. Logi verður breiðar til meira til vinstri. Við þurfum að opna völlinn, spila breitt. Já. Yes. Það er bara gamla góða þrýðingaspilið eins og í fótboltanum. Þetta var skemmtilegt. Fimm mínútur eftir, 27-26. Já, áfram skýtur Jón Ómar meðfram síðunni. Þarna munaði ansi litlu að Arnar Gauti var í sloppin eitt í gegn.
Carlos Martin vill fara í Kairó. Kairó hægri hérna. Boltinn vantarlega endar yfir. Hérna gerður vel spiluðu svo kallar Kairó hægri spánn. Fá innlýsingu frá hægra horni og skittan einn á auðsjó með mikið pláss. Vel útfært hjá þeim. Einar Rafn, nú verður bara aftur. Óli Björn slökkviliðsmaður og annað fyrir vestan, bröði sér í allra kvikindalíki og Einar Rafn ver Óli Björn hafa nú ekki mikill kraftur í skotinu hjá honum og beint á hann en vel gert hjá honum hann á frákastinu. Þetta er bara, já, ég ætla ekki að segja neitt. Það er nú bara þannig. Já. Það er ennþá 1:20 í að Víkingur sé með fullskipa lið. Ég væri nú alveg til að hafa Styrmi inn á núna vellinum. Logi og Egidius þurfa að vera skynsamir og agaðir. Ekkert eitthvað skot í skrefinu eða einhver 50-50 sending. Fáum gott mark hérna. Já, gott kontum er að Jóa. Jóa með mikið pláss. Já, Arnast. Gott Jói. Fá fríkast, vinna tíma. Og þeir jafna hérna í 27. Erum við að fara hreinlega hérna í framlengingu. Það skildi þó aldrei vera. 14 sekúndur í mannin. Já. Flott Jói, vinna með Arnari Stein. Og já, Logi, já, boltan Loga. Já. Jafnt í liðum, það er alltaf. Þetta er svakalegt. Logi Snædal með vonlaust skot. Jæja, strákar, kaldur haus. Standa vörnina og vinna boltan. Spáðu fáum hraðalöp, Arnar Steinn eða Arnar Gauti. Já. 1 mínúta og 5 sekúndur eftir. Já. Reivis fer þarna bara í skrefskot yfir hávaxinn mann. Gulli klár með timeout spjaldið. Já. Og verður athyglisvert að sjá hvaða fléttu við förum í.
kæmi mér ekki óvart ef að Styrmir Sigurðarson myndi annarkvort eiga hérna stóðsendingu sem gefi mark eða myndi skora hreinlega sjálfur. Sjáum hvað setur í þessu. 27-27, 38 sekúndur eftir. Umspilið byrjar hreinlega með látum. Og þurfa menn að passa boltan og vera öruggir á boltanum og exekjúta vel og vera alltaf tilbúinir að skila sér heim. Helst klára með skoti þegar 5-6 sekúndur eru eftir. Já, aftur á hann flott, Styrmir. Mikið reikistefna hérna. Mikið reikistefna hérna. Og menn skiptast á skoðunum. Jóhannes var óheppinn. Fekk hann að dauðafæri inn á línu. 14 sekúndur eftir. Og nú þurfa menn bara að standa vörn. Ég tel það að vera ákveðlega stóra líkur á því að annarkvort Reyfis eða Gúmtis sé að fara að klára með skoti. Það segir sér bara sjálft. Það þarf engan stjarneðlisfræðing til að sjá það. Það verður áhugavert að sjá hver stígur upp og tekur þetta mikilvæga skot í lokin. Erum við á leiðin í framlengingu eða eru Ísfirðingar að fara með 2 stig heim? Það skýrist allt hérna eftir 14 sekúndur. Spennan er áþreifanleg. Jóhannes jafnar hérna 28 og við erum á leiðinni í framlengingu. Jóhannes 17 ára hoppar hérna upp og setur hann með fram síðunni. Virkilega vel skoti hjá honum. Þessi strákur uppalinn hjá okkur í Víking. Eitt gríðarlegt efni og er alltaf að bæta sig dag frá degi, leik frá leik. Þetta er rosaleg byrjun á umspilinu. Hvað er fólk einfaldlega að gera sem er ekki að horfa á Víkingu TV, segi ég. Nú er 5 mínútna pása og við komum aftur að vörmuspori.
Já, þá erum við komin aftur í loftið. Gott fólk. Framlenging að hefjast hérna í fyrsta leik Víkings og Harðar. Þvílík spenna hér í allt kvöld. Og bara frábær auglýsing fyrir þetta, fyrir þessa byrjun á umspilinu. Ég veit að Fjölnir og Kría að spila á sama tíma uppi í Fjölnisheimili. En hér allt í járnum, stál í stál. Staðan 28-28. Og Sverrir verið hérna frábærlega. Jæja, við erum einum færri náttúrulega, 5-6, alltaf erfitt. Og Harðamenn þrýst okkur hérna ákvæðlega ofalega. Og þurfa menn að fá hreyfingu á bolta og helst fá einhver einlýsingu. Já, Arnar Gauti kemur hérna. Jóhannes skýtur í stöng. Arnar Steinn óöfinn á ekki frákastinu. Já, virkilega vel gert hjá Arnari Gauta, kemur þetta vel út í hann. Þrýstir vel á hann. Harðamenn, 30 sekundur, þeir hafa 30 sekundur áfram í yfirtölu. Já, skynsamlega gert hjá Sverri eftir að var hérna bolta. Hann sá sénsinn, Arnar Steinn var ágætlega frýr í hraðalaupinu en skynsamlegt hjá honum að bíða með þetta. Já. Ólafur Guðni að koma inn á. Jafnt í liðum. Áfram, komdu með að loga, komdu með að loga. Já, ok. Áfram, láta bolta vinna, láta bolta vinna. Arnar Steinn fá hann, Arnar Steinn fá hann. Já, áfram, áfram, áfram yfir. Hendi komin upp. Fá boltan yfir og stimma hérna Jói. Og losaðu. Rólands ver ágætlega. Ég vildi fá boltan hérna yfir. Menn verða að sjá þetta. Allt í góðu. Aftur skýtur Reiðis yfir. Þetta er annað skrefskotið hans yfir með tiltölulega stuttu millibili. Sjáðu þið stimma. Vídeó 2 væntanlega. Þetta eru mikið gæði á stimma, hoppar hann upp, feikar skot í loftinu. Hann dribblar leið og lendir og finnur hann Óla. Já, en nú er Arnar Gauti Grettisson sem fyrir á punktinn. Nú verður það að fá mark. Ég var að segja kloppi eða niðri nær. Nei, niðri fjær, glæsilegt. Kemur okkur yfir, 29-28. Stúkan tekur við sér. Já, smá skref líkt af þessu þarna. Já. Jón Ómar fer hérna, er svolítið bráður.
Já, ok, hendi kominu upp. Virkilega góð tékkafærsla hjá harðamönnum. Sverrir Andrésson, selfisíkurinn, með frábæra vörslu. Sýnir hérna fjær á veiðarinn í nærhornið. Jæja, drengi, nú þurfum við að fá gott mark. Nú þurfum menn að fá alvöru árásir. Alvöru hreyfingu án bolta og með bolta, Stimmi. Já, mikið pláss, Stimmi. Nei. Þetta er bara réttur dómur. Og Tatjó, Argentínumaðurinn, jafnar og fyrri hálfleikur hérna í framlengingunni. Staðan 29-29. Það er áfram allt í járnum. Harðamenn eru spila framalega vörn, eiginlega í svona 4-2, ángi að 4-2 varnarlega. Og alltaf erfitt að spila móti þannig vörn. Nú þarf Jóhannes Berg að taka svolítið til sína því að þeir eru harðamenn svolítið framalega á miðmannum og vinstri skittunni. Þannig að Jói þarf að fá alveg ára sér og vera grimmur, sækja átt á marki og ræddur að láta vaða markið. Jæja, harðamenn byrja hérna með boltan. Óli Björn. Og Reivis skorar, já, gerir hættu. Já, Jói kemur inn, já. Við fengum hérna frábæra opnun en skotið var arfaslagt. Fórum þetta í 2 hægri, Jóhannes Berg leist inn. Stimmi með mikið pláss. En þetta var arfaslagt skot. Harðamenn geta komist þetta 2 mörkum yfir. Ég væri bara til í að sjá strákana fara aftur í 2 hægri, láta Jóa leysa inn, láta Stimma lenda aftur á auðum sjó með mikið pláss. Að fáum mark, ég er algjörlega sannfærður um það. Jæja, já, flott. Hvað sagði ég? Styrmir Sigurðarsson jafnar 30-30, já. Góð dómgæsla, samræmi eins báðum megin. Harðamenn ofsnöggir, alveg eins og Víkingar á hana að taka þessa miðju. 2,5 mínútur eftir. Þetta er frábærlega skotið á Gunndís. Sýnir
svona þarna eins og hann sé að fara að setja hann í nær en setur hann í fjær. Já, Jói kemur aftur inn, já, þeir leysa þetta ágætlega núna. Fótur. Harðamenn farnir að lesa þetta, þeir fara út í Styrmi. Svo Styrmi get ekki fengið boltan. Glæsilegt, 31-31, 1:40 eftir. Nú þarf að standa vörnina. Það eru bara 2 menn að fara að skjóta markið, það er klárt. Það er annarkvort Gúndis eða Reyvis. Óli er ekki að fara að skjóta markið með slæma öxl. Og ekki eru þeir að spila mikið niður horn. Allan ekki undanfarið, hafa gert ágætlega í leiknum, samt sem áður. Nú þurfa menn að vera klókir. Ein mínúta eftir. 32, 31. Já, spurningum. Já, ok, nei, það er dæmi ekki neitt. Það fer aðeins í hérna þetta 30 sekundur eftir. 32, 32. Ætli að vera ekki Gúndis sem fari hérna í loftið og já, 12 sekundur. Þrjátíu og tvö. Önnur framlenging.
Jæja, gott fólk. Ég ætla að seinni framlenging að hefjast þetta. Ég ætla að vona að fólk sé búið að koma sér aftur vel fyrir í sófanum með Pop og Coke. Þvílíkur leikur. Þetta er svakaleg byrjun á þessum undanúrslitum í umspilinu. Að komast upp í Ólís 32-32, seinni framlegging að hefjast. Nú þurfa menn að vera með kaldan haus og það þurfa að vera menn svolítið töffarar inn á vellinum. Logi og Sverrir ver frábærlega. Spurning hvort þetta hafi verið lína á þráinn. Ég veit það ekki, einhverju vildu meina það. Glæsilegt Styrmir með myndi bara á pappa gamla Sigurður Val Sveinsson. Smá fake og gott skot. (33, 32). Hvað gera harðamenn núna? Þetta er bara hárrétt. Illskiljanleg framkvæmd í Óla. Gerir þetta ákaflega hægt og keyrir hérna á 2 menn. Réttilega rauðningur. Jæja drengir, nú þurfum við að koma okkur í 2 marka fórskot. Harðamenn eru búin að leysa þetta 2 hægri kerfi okkar ágætlega. Já, stimmi ekki, já nú gera þetta hinum menn bara flott. Að gera, fá nýja hreyfingu og reyna að finna nýja opnun. Já, flott. Ætla að gera þetta aftur. Jói, vertu grimmur, vertu áræðinn, já. Og svo, upp með þið drengur. Hann var laglegt Jóhannes Berg Andrason. 34, 32. Virkilega klókt hjá Gulla og Andra Berga að spila sama kerfi nema bara hinum megin. Fá aðeins öðruvísi hreyfingu, aðeins öðruvísi opnun og svo víðare. Sverrir mættur á Arnargöti, 1 á Auðunsjó. Glæsilegt, 35, 32. Drauma byrjun hérna í seinni framlengingunni. Já, aftur á Arnargöta, yes. Já, snöggur. 36, 32. Þetta er heldur betur fljótt að gerast, maður. Ég held að harðamenn sé ekki alveg búin að reynilega átt að sjá þessu sjálfur. Lendir hérna 4 mörkum undir. Já. Já, vel gert hjá Jóni. Fer þarna ekki hratt yfir en gerir þetta mjög að miklum klókindum. Jæja, nú vil ég sjá bara aftur 2 vinstri, láta Styrmi leysa inn og Jói að Logi að velja. Maður sjá, yes. Og svo, Jói, fyndu Loga. Sjáu drengin. 2 finta og upp í Samúel Fjær.
37-33. Þessi leikur er búinn að vera ótrúlegur hérna í kvöld. Það sem virkar á að spila aftur, já, yes, flott. Logi á leitarlínunni. Glæsilegt. Þeir ráða ekkert við þetta, harðamenn. Sportið er grimmt í íþróttum, sérstaklega í svona hröðum leikum sem handbolta, hlutinni fljótir að breytast. 5 marka forskot á 5 mínútum. Þetta er heldur betur fljótt að breytast eins og ég segði á hann. Harðamenn búin að sína hetjulega baráttu hérna í kvöld og eiga hrós og lof skilið fyrir sína framgöngu, en þetta verður ákaflega erfitt fyrir þá að koma tilbaka. Nánast ógjörningur, en maður hefur nú séð allt í þessum handbolta. Óli Björn Viljámsson með hérna undirhættarskot sem Sverrir ver vel. Já, þeir fara vantilega áfram í hvað? Styrmileysin? Jú. Á móti svona framalega vörn er lykilatriði að fara í 2 línur. Heppinn þetta með okkur í liði. Óli klárar þetta vel. 39-33. Já. Þetta það er búin að vera ótrúlegu seinni framlenging. Það var ekkert sem benti til þess að Víkingur myndi ná svona svakalegu áhlaupi, en taktísk útfærsla þjálfarana mjög góð. Þeir eru búin að fá hérna mörk í hrönnum eftir skittu innleysu. Sverrir ver. Já. 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 Það má deila þennan dóm, en þeir eru allan að dæma eins báðum megin. Það er alltaf það sem maður biður frá dómurum. Bjartur Már hérna á miðjunni.
Hérna hefðist þið mikið að lauma hann á Bjartur var dauðafrýr. Aðeins og seinna sjá það ákvað að fara í skotið. Já. Það er farið að glitta í bros á leikmönnum Víkings eðlilega. 1,5 mínútu eftir, þetta er löngu komið. En mér langar að gefa stórt kredit á harðamenni hérna í kvöld. Þeir eru geta svo sannarlega gengið narreistir af velli fyrir sína framistöðu. Arnar Gauti innsiglar þetta endanlega með góðri vippu 40-33. Tati fer hérna í smá dansspor í hægra horninu. Og stuðningsmenn Víkings berja trommurnar og syngja og tralla. Það er ljóst að leikur nr. 2 á Ísafirði á laugardaginn verður forvitnilegur fyrir allra hlutasakir. Daniel skorar. Já. Á þessum marathonleik lýkur með sigri Víkinga 40-34. Og frábær sigur, Víkingar komnir í 1-0 í einvíginu. En eins og áður segir, harðamenn geta svo sannarlega gengið narristir af velli hérna. Sýndu hetjulega framistöðu og þeirra uppbygging og uppgangur er bara rétt að byrja. Frábært fyrir handboltan á Íslandi að fá lið frá Ísafirði inn í ringiðuna. Þannig að við minnum bara fólk á leikinn fyrir vestan á laugardaginn. Harðamenn hafa sýnt frá öllum sínum leikjum og gera það væntanlega áfram að sjálfsögðu. Og við munum birta hlekkin á leikinn á laugardaginn. Þannig að við byrjum fólk bara að fylgjast vel með. En við þökkum fyrir í kvöld og vonum að þið hafa haft jafn gaman á þessu og ég og myndatökumaðurinn. Þetta var áspenna lífsætta. Takk fyrir í kvöld.